Og næst á dagskránni formaður Verkalýðsfélags Vestfirðinga, Finnbogi Sveinbjörnsson. Gjörðu svo vel. Fundarstjóri, ágæta samkoma. Ég ánægður með að sjá hvað líflegt hérna í kvöld, en mér langar fyrir hönd Verkalýðsfélags Vestfirðinga að koma á framfæri þakklæti til þeirra sem áttu frumkvæði þessum fundi, að okkur sem hagsmunasamtökum sjómanna og landverkafólks skuli hafa verið boðin þáttaka hér í kvöld. En jafnframt kem ég á framfæri hörðum mótmælum við það því að Verkalýðsfélagi Vestfirðinga sé sagt að sameinast í andstöðu þeirra sem vinna gegn fyrningu eða breytingum á fiskveiðistjórnarkerfinu. En þetta hefur því miður komið ítrekað fram í aðdraganda fundarins. Það hefur verið samdóma álit stjórnarmanna í félaginu að við tækjum ekki beina afstöðu með eða á móti fyrningarleiðinni eða við myndum bindast hvers konar samtökum þau málefni eða enda hugmyndir þess lítt mótaðar. Enn frekar vekur það furðu mína að það fundarform sem hér í kvöld skuli hafa verið valið. Að þátttakendur í sal skuli ekki fá tækifæri til að leggja fram spurningar til framsögumanna. Þetta ekki til þess fallið að skapa lýðræðislega umræðu þessi mál sem brenna svo mjög á þjóðinni og síst til þess fallið að vekja tiltrú á málefnalegri umfjöllun. Innan Verkalýðsfélags Vestfirðinga landverkafólk sem starfar við fiskvinnslu og beitningu. Sjómenn, þá bæði á smábátum og stærri skipum, ásamt skrifstofufólki sem vinnur á skrifstofum sjávarútvegsfyrirtækja og öðrum fyrirtækjum sem tengjast útgerð á félagssvæðinu. Af þessu má sjá að margir af okkar félagsmönnum eiga allt undir því að vel gangi í sjávarútvegi og útgerð. Það í ljósi þessari gríðarlegu hagsmuna félagsmanna okkar sem félagið þáttakandi hér í kvöld. En yfirskrift þessa fundar sjávarútvegur í óvissu. Því miður stafar þessi óvissa ekki eingöngu í ytri aðstæðum, heldur vandinn því miður heimatilbúinn að mörgu leyti. Að stærstu leyti myndu sumir vilja segja, og það með dyggri aðstöðu stjórnvalda, því miður. Á liðnum vikum hafa samtök útgerðarmanna gengist fyrir fundarherferð gegn því sem þeir nefna ýmsum nöfnum, eins og fyrningarleið í sjávarútvegi eða sjávarútvegur í óvissu, eins og yfirskriftin hér í kvöld. Þar vísa útgerðarmenn í þau áform stjórnvalda að gera breytingar á framtíðarskipun fiskveiðastjórnarinnar með innköllun og endurúthlutun fiskveiða á næstu 15 til 20 árum. En það skylda félagsins sem hagsmunasamtaka sjómanna og landverkafólks að benda á hvernig svo vandi sem við nú stöndum frammi fyrir tilkominn. Þar eru sumir sem að útgerð standa langt í frá einhverju guðsenglar, en sem betur fer eru þeir langt fleiri sem spila rétt. Það blasir við í dag að útgerðin skuldsettur byrjáur og skipastóllinn því miður á mismunandi aldri. Tökum til dæmis flaggskip okkar Vestfirðinga sem dæmi af öðrum skipum ólöstuðum. Útgerðin hélt upp á tvítugsafmæli þess fyrir skemmstu. Við getum ekki með neinu móti haldið því fram að nýsmíðum fyrir íslenska útgerð hafi fjölgað á síðustu ár þrátt fyrir gríðarlegt flæði fjármuna í sjávarútvegi. Við hljótum því að spyrja, hvar hagnaðurinn og gróðinn? Hvar liggur ávinningurinn af hinni svokölluðu hagræðingu? Vandi útgerðarinnar algjörlega heimatilbúinn í formi skuldsetningar og gríðarlegs streymis fjármagns úr greininni. Mörg sjávarútvegsfyrirtæki eru skuldsett að þanþoli og það ekki til fjárfestingar í skipum, búnaði eða vinnsluhúsum. Nei, langt í frá. Heldur til spákaupmennsku og fjárfestinga sem ekkert skylt við útgerð eða vinslu. Þetta veikir mjög getu viðkomandi fyrirtækja til að mæta erfiðleikum líkt og nú steðja að í greininni. Sala veiðiheimilda og auðsöfnun manna sem hafa gengið úr greininni og tekið með sér auðæfi hafi skilið eftir sér sviðna jörð, ofur skuldsett fyrirtæki og máttvana sveitarfélög og þessa hegðun hafa handhafar veiðiheimilda valdið gífurlegri andúð og reiði almennings. Heimild til veðsetningar og framsalskvóta eru þeir þættir í núgildandi regluverki sem mestri óánægju valda. Einmitt þeir þættir hafa skapað þá misskiptingu auðs og byggðaröskun sem við okkur blasir. Sem betur fer eru mörg fyrirtæki útgerð sem hafa hagað málum sínum á siðlegan hátt og stunda uppbyggingu og fjárfesta í tækjum og búnaði.
Þetta sýna dæmin í mörgum tilfellum þegar horft er til uppbyggingar hjá öflugum sjávarútvegsfyrirtækjum hérna á Vestfjörðum, fyrirtækjum sem eru burðarásar og lífækkir í atvinnumálum víða í fjórðungnum. En það er óþolandi að í hvert sinn sem umræðan fer fram kvótamál þá er alltaf dregin upp dæmi hið gagnstæða, kvótabrask, byggðaröskun og ósýðilegar úttektir útgerðarmanna út úr greininni. Förum aðeins yfir hvernig skuldir útgerðarmanna hafi vaxið undanfarin ár, eða áratug. Árið 1997 voru nettóskuldir til dæmis 90 milljarðar. En það er mat Stefáns B. Gunnlaugssonar lektors í viðskiptadeild Háskólans á Akureyri að íslensk sjávarútvegsfyrirtæki hafa skuldað vel yfir 500 milljarða í árslok 2008. En nettóskuldir hafi á þeim tímapunkti verið 420 milljarðar. Ég tel ekki fjari lagi að þessi tölur séu nokkuð nærri sannleikanum. Sérstaklega í ljósi þess sem ég varð upp í sá fundi í Vestmannum í fyrrasumar, þegar þeir Arnar Sigmundsson og Binni í Vinnslustöðin upplýstu fundamennum hvað væri í gangi. Þessar skuldir að mestu leyti gengistryggðar og það þýðir að skuldir hafi í raun verið nær 600 milljörðum í árslok 2009. Þess má geta að Stefán benti á að mörg fyrirtæki voru skuldug en önnur stæði ágætlega. Því mætti búast við að einhver fyrirtæki gætu staðið við sínar skuldbindingar í framtíðinni en á mati Stefáns er lykilatriði í stöðunni hagræðing. Sjávarútvegurinn, hann nytjar í dag eina mestu auðlind þjóðarinnar og mikilvægustu. En það er auðvitað sanngirnismál að arðurinn af þeim afnotum skilir sér í þjóðarbúið til samfélagsins sem ól þess atvinnugrein af sér en fari ekki út úr greininni eða í vaxtagreiðslur til bankana. Þau sjávarútvegsfyrirtæki sem vel eru rekin og hafa hagað sér skynsamlega í fjárfestingum og umsvifum eru og eiga að vera samfélagsstólpar hér eftir sem hingað til eins og ég kom inn á áður. Vel rekin sjávarútvegur, hagkvæm nýting auðlindarinnar, sjálfbærni, sanngjarnar leikreglur, þetta hljóta alltaf vera sameiginleg markmið okkar í íslensku sjávarútvegi. En í orði segjast útgerðarmenn gjarnan vera sammála þessu viðhorfi. Mér langar að vitna hérna þessi orð Jóns Edvalds Friðrikssonar, framkvæmdastjóra Fisk Seafood. En hann segir að greinin verði að geta fjárfest og viðhaldi sér. En það virðist í miður ekki vera raunin eins og haldið hefur á spilanum undanfæri misseri. En segja má að þetta vandamál hafi orðið til árið 1990 þegar lögunum var breytt til núgildandi viðhorfs. En áður var leiga veiðiheimild óheimil og sala varanlegs kvóta mjög torveld. Ein af helstu kröfum stéttarfélaga og sjómanna hefur langt árabil snúið breytingar á ákvörðun fiskivers þegar afli er afhentur eða seldur aðila sem telst tengdur útgerð. Það í svokölluðum beinu viðskiptum skyldra aðila. Samtök sjómanna hafa frá öndverðu verið andvíg framsali veiðiheimilda innan árs og talið að binda ætti þær við skip sem fær þeim úthlutað. Veiðiheimildir hafa horfið frá smábátaeigendum til stórútgerðanna og frá smærri byggðum til þeirra stærri, frá bæjarfélögum hér fyrir vestan og suður og svo framvegis. Þetta hefur því miður leitt til meiri hreyfingar og aukina samkeppnishæfni í sjávarútvegi en á sama tíma glíma æ fleiri bæjarfélög við vandamál vegna tekjuskors og lágs fasteignaverðs. Samþjöppun í sjávarútvegi og baráttum völd og yfirráð yfir fyrirtækjum á markaði veldur íbúum sjávarbyggða miklu óöryggi meðan notast er við óbreytt fiskveiðistjórnunarkerfi. Frjálst framsal veiðiheimilda í kvótakerfi á nokkurra byggðatengingar hefur reynst minni sjávarbyggðum sérstaklega þungt í skauti. Og nú bætist við enn og aftur þessi barátta völd og yfirráð í stórfyrirtækjum sem sankað hafa að sér veiðiheimildum og þetta skapar óvissu og öryggisleysi meðal íbúa í viðkomandi byggðarlögum. Mér langar í þessu samhengi að vitna í orð Einars Heitins Odds, þetta tekið að viðtali úr BB, en hann segir það gæti orðið mjög dýrt fyrir þetta samfélag ef hinna dreifðu byggðir flosnuð upp. Kostnaður ríkisins við það gæti orðið óendanlegur.